En já, eins og ég kom inn á í upphafi þáttar þá ótrúlega margt skemmtilegt að vera í kvöld og eitt af því sem að vera hér á Selfossi söngkeppni NFSU eða söngkeppni Fjölbrautaskólans á Suðurlandi og hingað til mín komin Hólmar Höskuldsson sem formaður íþróttaraðs og einn af þeim sem nú að koma að þessari skemmtinu í kvöld. Sæll blessaður. Já, takk fyrir það. Mér langar svo að spyrja þig vegna þess að ég kom í fyrsta skipti á þessa keppni í fyrra og hefur nú alveg séð undan keppnir annars staðar og ég verið eiginlega bara viðurkenna að mér fannst þetta nánast vera bara stærra heldur en aðal keppnin sjálf. Já, það mér mikið lagt í þessa keppni hjá okkur og þeir rosalega, við erum að beina miklu fjármagni og orku í sérstaklega þessa keppni og höfum bara sett okkur það og það var skert bara fyrir nokkrum árum að það var ákveðið að setja bara almennilegt púður í hana og hafa þetta bara ágætis sjóf og það hefur bara tekist mjög vel hingað til. Nákvæmlega. En þið náttúrulega búið líka bara vel að því að það hljóðkerfilega og allt annað hérna á Selfossi, þannig að það ekki langt að leita. Nei, Einar Björns búin að standa sig gífurlega vel og strákanir í EPI-kerfi hjálpa okkur og setja þetta vel upp. Þannig að þessu sé komið fagmannlega fram. Já, nákvæmlega. Þið líka nýtið húsnæði sem að tilheyrir ykkur sem að íþróttahúsið eða og þetta náttúrulega stórt og flott íþróttahús. Já, það síðan gott að koma inn á það líka gífurlegt magna nemendum sem bara í sjálfboða að vinnu sem kemur að keppninu og hjálpar okkur að setja upp. Við vorum ábyggilega 20 manns sem byrjuðum á þriðjudaginn að byrjuðum að koma inn með gólfið og setja upp sviðið sem gekk bara gífurlega hratt og vel fyrir sig og strákanir í EPI bara stýrðu þessu með mikilli príði. Nákvæmlega. Þeir eru með stóra skjái og annað við hliðina á sviðinu þannig að það fer ekki neitt fram hjá neinum? Nei, þetta bara eins og þegar allir þessu stóru artistar þeir að koma líka bara, það eru alltaf skjái við hliðina þannig að þeir sem eru aftast sjá kannski ekki alveg allt eins og þau vilja, þannig skjáin til hals og tröst. Já, nákvæmlega. En veistu eitthvað hvað húsið tekur marga í sæti á keppninni? Hugmynd? Það var eitthvað svona jójó með þessa tölur. Þetta held ég örugglega að taka upp í hátt í 600 manns. Já, vá. Ef ekki meir, Það var nánast bara fullt af keppninni í fyrra, þannig að það ótrúlega margir sem hafa áhuga á því að sækja keppnina. Já, við erum duglega að auglýsa og höfum einmitt farið í skóla hér í kring. Við fórum einmitt á til dæmis Reykholt, Þorlákshöfn, Hveragerði, í Flóan, Hvolsvell, Hellu, alla þessa staði og fórum og auglýstum þetta og það oft mikill spenningur með grunnskólakrakka að koma og mæta í skólan. Já, þannig að það kannski rútur að fara eða eitthvað svoleiðis svona úr skólanum hérna í kringa eitthvað? Ég veit ekki alveg með það en það getur svona verið það einhvern tímann var það nú gert í gamla skólanum mínum að var farið með rútu. Já, allavega hópast saman í bíla. Já, ábyggilega það. Já, nákvæmlega. En svona fyrir þá sem að nú ekki búin að tryggja sér miða á keppnina nú þegar og ætla að koma í kvöld, það vantarlega hægt að kaupa við hurðu eða? Jú, það verður hægt að kaupa með það við hurðu og ég held að sé eitthvað litla 3.000 krónur sem gjöfin ekki gjald. Já. En það eru 10 atriði sem að keppa í kvöld og ég var að metta að fara eins yfir þetta og ég sé að það eru allavega 3 dúettar og svo eru einstaklingar líka sem að taka þátt og þetta eru bæði stelpur og strákar. Já, það margir sem hafa gífurlegan áhuga á þessu og virkilega skemmtilegt að sjá að það mikið af nýnum sem að taka þátt í ár. Já. Aldrei sé svona mikið af nýnum að taka þátt og sem bara mjög skemmtilegt að þeir þora að koma fram og vera með eitthvað svona atrið. Já, ég hef mitt gaman að því vegna þess að ég alveg tekið eftir ég fer nú oft með einu sinni vika allavega með son minn í tónlistarskólan og ég sé að það eru krakkar mitt þar inni sem að njóta svona smá aðstofur við undirbúning á keppninni í kvöld og eru búin að vera að njóta aðstofar Já, það mikið rétt og það bara verið að koma eins fagmannlega svo við getum bara mögulega og keppendur náttúrulega leggja allt í þetta. Ég held að hafi lítið annað farið gegnum hausinn á þessu fólki í þessari viku en þessi keppni og ég veit að það þurfti enginn af þessum keppendum að mæta eitthvað í tíma í dag. Það bara allir fókus í keppnina.
Já, þannig að skólinn líka hjálpa til við Já, að það alveg komist til móts gera við þessu hátt undir höfði. Já, það alveg að skólinn kemur alveg móts við bæði keppendur og okkur sem að undirbúa keppnina í þessu. En þið hafa fengið til að lesa ykkur glæsilega kynna og skemmtiatriði líka? Já, Uddi og Steindi mæta hana Galvaskir og bara með sína brandara og eins og þeim bara best háttað. Og þeir ætla að kynna þetta allt saman? Já, þeir verða bæði baksviðs og upp á sviði og fara inn í græna herbyggi og taka hann eitthvað viðtöl þar og milli atriða verða síðan sketsar frá Sælunni. Já, ok. Og Sælan tók einmitt líka hellinga viðtöl við alla keppendur. Það verður gaman að sjá það. Það verður með eitthvað skemmtilegu ívafi. Þeir einmitt fóru upp á sviði í fyrra og tóku náttúrulega lagið með Ingo. Já. Draumalandi. Það er eitthvað búið að endurnýja hópinn síðan þá. Já. Þetta er fremst í flokki er það Þórunösp og síðan Dagur Snær og Gabriel. Þau hafa svona verið í brotti fylkingar í þessu öllu. Og síðan er það með þeim Kristinn Sölvi og Hilmar og þau hafa ég held að hafa bara gert mjög gott jobb í þessu öllu saman. Það er skemmtilegt og svo skemmtiatriði það vantilega hvað á meðan að dómnefndin er að ráða ráðum sínum. Já, það er Dóri DNA, hann mætir að ná allar eitthvað að skemmta línum, ég veit ekki hvernig það verður, hann finnir eitthvað leið til þess. Það kemur í ljós. En hvenær opnar húsið? Húsið opnar 7 og keppnin sjálf byrjar 8. Já. Þannig að bara endilega mæta sem fyrst til að fá góð sæti. Og það er gert ráð fyrir því hvað keppnin standi til klukkan 10 eða hvað? Já, það er náttúrulega, getur alltaf eitthvað komið upp á þannig að njó við að keppnin endi klukkan 10. Nákvæmlega. Þetta verður mjög skemmtilegt og ég er bara hvet þá sem að til dæmis hafa aldrei farið að endilega skella sér á keppnina vegna þess að þetta er mjög skemmtilegt, ég get alveg staðfest það. Já, það er ég sé mjög eftir í að hafi ekki farið á hana fyrr. Ég fór ekki á hana fyrr en ég var komin í Fjölbrautaskólann sko. Já. En þegar ég kom á þetta fyrst, ég var að vísu líka að vinna á keppninni fyrra en þá sá ég bara hvað þetta var ógeðslega skemmtilegt og mikið sjó. Og ég mæli bara eindriða með því að fólk leggja leið sína í eyðu í kvöld. Nákvæmlega. Hólmar, takk kærlega fyrir komuna og bara góða skemmtun til þín og þinna í kvöld. Já, takk fyrir það.